þið gott? Mjög gott bara. Fyrir stönda námskeiðinu og fyrir landsliðið. Þetta búið að vera gaman? Já, þetta er bara mjög skemmtilegt. Já. Þannig að taka. Og hvað er þið að læra? Við erum bara lærum þjálfun og nei, það er bara búið að vera að taka hvernig er stúli, búin að fara að baka þeim öllum og svo verður þetta aftur tekið á morgun. Já. Og erum búin að finna eitthvað svona sem geti hjálpað? Já, eflaust. Já, hún er mikið að leggja í það að mikið á hrossi. Já. Og vinna með afturpartinn sín upp með. Það er gaman að sjá hana. Hún er flink? Já, hún er flink kettlingin. Ekki segja kettling. Kona. Köttar þetta út. Hún er koddnung? Já, hún er koddnung. Og hvaða hesta eru þið með? Ég er með Kvessi frá Ásbrú og Grafík frá Búlandi. Já, undan hverjum eru þau? Kvessi er undan Sömbu frá Miðsvíti og Þóroddi og Grafík er undan Þóroddi og man ekki hvað móðurinn heitir. Frá Búlandi fyrir norðan, hjá Óla? Þannig að Rammi frá Búlandi og það. Það er gæðingar sem koma það? Já. Það gekk vel, ertu búinn að fara í hnakkinn í dag? Í dag, nei, ég er eftir. Þú ert eftir? Með bæði. Þannig kannski næja stela til að taka myndaðir 2-3 hringi? Ekki máli. En hvaða hross ert þú með? Ég er með Vilmundarson, hann heitir Stefán frá Hvítadal. Já. Og stefnir að komast í lið á honum? Já. Ertu bara með eitt hross? Ég er bara með eitt hross hérna sko, en svo er bara spurning hvað maður ætlar að fara í úrtöku með, ég er ekki alveg búinn að ákveða. En eitthvað til að velja úr. Og hvað ert að starfa núna? Á Króki. Já. Hvernig er það? Það er bara æðislegt. Mjög gaman. Búið að spilla þér á Króki? Inni á stöðinni? Það er búið að spilla mér. Já. En hvað ert þú að starfa? Herra, ég fór að læra. Og hvað? Flugvirkja. Já. Þannig að hafa eitthvað bak við sig. Já. Ef að hestamennskan ef að það klikkar. skilar ekki. Já. Verður maður að láta flugvélina að hrapa. Það vonandi ekki. Nei. Og hvað verður þetta námskeið í dag og morgun? Já. Og svo eina helgi í mánuði. Líst ykkur ekki vel á þetta prógram? Svakalega. Fyrsta sinn sem eitthvað svona gert svolítið alvöru fyrir ungmennin? Já. Það er bara gaman að þessu. Hvað eigið mörg ára eftir í ungmennum? 1. Þú átt 1? Ég líka. Þú líka. Og hvað gerist þá? Eru þið þá bara... Þá förum við að taka þessa gömlu kall út af völlunum. Á að reyna að setja Ditta og Kó bara í brekkuna? Já, þeir fara á bekkin. Maður þarf að kenna þeim. Við ætlum allavega ekkert að gefa eftir. Herru, takk fyrir spjallið og gangi vel. Já, takk. Sæll Gústi. Sælir. Þú mættur á námskeiðið? Jú. Hvernig ertu búinn að vera? Ég var bara að byrja núna á, ég tók fyrsta tíma núna á. Já. Og þetta bara gengur ágætlega. Hvaða hest ertu með? Þetta er Neisti frá Flekkudal. Þetta er nýr hestur? Nei, ég var með hann á Íslandsmótinu og Suðurlandsmótinu í fyrra. Og hvernig gekk það? Ég var efstur til forkeppni í 5 gang á Íslandsmótinu og svo skeiði hann í úrslitunum. Já, alveg rétt. Og stefnir á úrtöku með þennan fyrir HM? Já, það er svona, ég þarf að skoða það sko. Það er mikið vinna eftir í þessum hesti. Já. Hvað voru að fara yfir í dag? Ég var bara að fara yfir svona ótrúlega mikinn grunn sko. Það er að, skal ég segja, þeir svona styrkja ýmislegt sko. Já. Leggst þetta vel í þig? Já, það leggst nokkuð vel í mig. Já. Og eitthvað nýtt sem að þú ert búinn svona kannski finna eitthvað trikk til að... Eitthvað trikk? Já, eitthvað nýtt sem að... Það er svo mikið stór trikk í þess að bara vinna rosalega mikið með eins og þennan hest, skal ég segja þér á feti. Já. Bara fá ákveðin grunn. Það er mjög gott að þú getur riðið á hestum og haft fullkomna stjórn á maður feta og hann fyrir að riða mikið hraðar. Já. Þannig að það er svona... Það er svo sem við erum svolítið að vinna í núna sko. Já. Ennþá. Og líst vel á prógramið? Já. Þú ert að fara í meistaradeildinni fyrsta sinni eða ekki? Jú. Hvernig leggst það? Þú ert yngst í knappinn? Það leggst bara mjög vel í mig sko. Er það ekki? Virkilega vel. Það verður spennandi. Þú ert í fjórgangnum eða?
Já, eftir að koma í ljós. Við hefum eftir að taka núna að loka æfingu og gera það upp hjá okkur. Já. Það er annarkvæmt ég eða þá Raggi T. Já, á rauðarklárnum sínum. Já, með sleipni. Já, þið munuð núna berjast á æfingu. Já, við tökum núna æfingu held ég á þriðjudaginn og ákveðum þetta. Já, og síðan hvaða keppni eftir fjórganginn? Eftir fjórganginn er gæðingafimmi. Ertu góð með eitthvað þar? Ég er ekki búinn að, skal ég segja, þér velta því mikið fyrir mér. Það er jú svona eitthvað. Já. Ég gæti farið með þá Nask frá Búlandi. Já. Hugsanlega, en það var bara eftir að koma í ljós þegar það dregur. Eru þið byrjuð að æfa svolítið stíft undir þetta? Farið í höllina og... Við tókum eina æfingu í höllina áðan. Já. Og það gekk bara mjög vel. Svo eftir að taka svona loka æfingu og klára ákveða hverju fara og svona. Já. Hvaða hesta er mammaðið með? Mamma er með Ketil frá Kvistum. Kvistum, já. Hann er orðinn heldur sjóður hjá henni. Jú, hann er að verða það. Hann byrjaði bara að keppa á honum í fyrra sumar og... Já. Flott og klár. Já, mjög. Ég held að ég hef trú á þeim mesti. Já. En hvað með pappaðinn? Pappi er með Framherja frá Flappjarnarholti og Heng frá Hælsi. Já. Og hann þarf bara velja á milli. Ákveða sko. Já. Það verður tekið ákvörðun á næsta æfingu. Hengurinn er búinn að fara á nokkru sem hringinn. Jú. Það er hann vanur þessu. Kann þetta sko. En Flappjarnarklárinn, hann sýndi hann í fyrra Gimbledómi, ekki? Jú. Fyrsta sinn. Jú. Og þannig hann 6 vetrar núna. Hann 6 vetrar. Er það ekki þá svipað á hann gerði með Hnokka? Var hann ekki 6 vetrar að hann kom með hann í fyrstu keppninni í höllinni? Jú. Hann á að geta gert góða hluti þarna ef allt gengur upp sko. Svo er alltaf svona ungir hestar, það getur verið vesen að stilla það inn. Já. Stilla það inn líka svona snemma. Þannig að það er fótabröður í þeim klár. Já, það er fótabröður. Héldu undir hann? Já, alveg helling. Nei, Rúna, hvernig er búið að ganga í dag? Bara fínt. Fullt af efnilegum krökkum? Já. Og góðir hestar? Já. Þú ert jákvæð á þetta? Já. Ertu búin að fara í snakkinn sjálf? Nei, ég má ekki ennþá. Hvenær máttu fara í snakkinn? Ég ætlaði í febrúar. Já. Það er klárt mál? Já. Ok. En hvað eru svona að leggja áherslu á núna í dag? Við erum bara að líta á þau, sjá svona hvernig þau eru. Þau fóru á þessu svolítið sjálf í dag. Já. Sjá hvernig þau gera ein þegar við erum ekki við. Og svona mynda okkur aðeins skoðun hjá þessu. Já. Skrifa niður punkta þar sem að þeim langar til að gera betur og þar sem að okkur langar til að gera betur og stundum fer það líka saman. Já. Þannig að þetta er svona undirbúnings aðeins að því sem við munum gera í framtíðinni. Já. Að fara svona í svona smáatriðin. mynd af þessu. Já. Heildarmyndin kemur kannski svolítið í dag. Já. Hvað eru margir krakkar búin að koma? Það verða 16 og í dag. sem að þá fara Já. allt námskeiðið út. Já, reynda voru 2 kannski ekki komin, ég bara er ekki alveg að fylgjast með. Við erum búin að setja inn inn. En þetta er jákvætt, gott framtak. Já, takk. Þetta er bara gaman. Já, það ekki. Já, Ég sé bara góða skemmtun. takk.